menntaskóla þá eitt að sé svona aðeins eldri vinni og þegar ég var að klára fyrsta ár þá prófaði ég handritum minn og ég var mjög fljótt þá bara eftir það byrjaði að dragast svona djúpt í það og einhvern veginn svo var ég bara alla daga bara einhvern veginn í stanslausu djamminu bara. Markmiðið var fyrst og fremst bara að sýna bara vandann eins og hann bara að fólk viti að þetta setja staðar, bara að taka teppið af vandanum. Allt dulið í okkar samfélagi. Þetta á netinu, þetta er mjög aðgengilegt og það er mjög auðvelt fyrir alla að nálgast efni sem hafa áhuga á þessu. Jafnvel bara börn, það er engin aldurstakmörk í undirheimunum. Sko, ég held að meðalaldurinn á viðmælendum hjá okkur hafi verið svona í kringum tvítugt. Svona kannski 18-22 voru flest allir einstaklingarnir sem við töluðum við. Við vorum ekkert mikið kannski að taka viðtöl við einstaklingar sem voru yngri en 18, en við heyrum náttúrulega rosalega mikið af sögum sem fólk var að lýsa þegar var yngra og þær voru bara mjög sjokkerandi allar. Þetta virðist ekkert vera öðruvísi þar sko. Þetta er alveg jafn hart og ógeðslegt á sama hvað aldrei þú ert. Já, og líka bara þetta er eins og þeir sem eru fíklar í dag, sem eru komin á eldri ár, að alveg 90% yfir 90% af þeim byrjuðu að dópa þegar voru krakkar. Það er þessi aldur fyrir tvítugsaldurinn kringum menntaskólaárin, það sem að þú byrjar að þróa þetta með þér. Eitt sem við tókum líka eftir við gerð þáttanna var akkurat það, sko, fyrst ætluðum við upprunalega að taka sérstaklega efnin fyrir, en við byrjuðum svona hægt og rólega að taka eftir í að það skipti engu máli frá hvernig félagslegum bakgrunn fólk kom frá eða einhvern veginn bara hvað það hefði komið, vegna þess að leið og það byrjaði einhvern veginn að lýsa reynslunni sinni, þá var sagan alltaf svo sama. Þannig að okkur langaði pínu svona að benda á að þetta er ekki hitt fólkið sem lendir í þessu. Þú veist, þetta er og ekki hitt börnin eða hinn heimilin, þetta er bara fólk eins og ég og þú veist, og afreksmenn í íþróttum og bara alls konar, það skiptir engu máli. Og svo fyrir utan það að þá eru náttúrulega efnin sjálf líka að breytast. Við vitum það að hérna kókaínneysla hefur til dæmis aldrei verið meira heldur en núna. Hún var ekki svona mikil 2007 þegar það var líka svona toppur og ýmiss konar læknalyf virðast vera vinsælli hjá ungu fólki heldur en að þau voru einhvern tímann áður. Þannig að þetta er orðið miklu meira svona aðgengilegra, bara fyrir alla til að bæði selja og kaupa, sko. Það er ekki hver sem bara byrja að selja fíkniefni þannig séð, sko. Það verður aðgang að einhverju heildsölu. Þetta virðist vera alls staðar og eins og ömurlegt og eins og maður búinn að heyra í mörg ára þessi auðveldar að verða þessu út fíkniefni heldur en sko panta pítsu, það er bara sorglegt í 330 manna landi. Þetta er komið á samfélagsmiðla og þetta er komið á það er miklu auðveldar að ná sér í efni heldur en áður og þú þarft ekki að tilheyra einhverjum ákveðnum hóp, einhverjum svona afmörkuðum hóp til þess að ná þér í efni og fyrir utan það sko að þegar þú ert til dæmis að skoða á einhverjum fíkniefnasíðum, skilurðu mig, í gegnum eitthvað app eða á Facebook að þá sérðu ekki bara gras sem þú ætlar kannski að kaupa þér eða Xanax sem þú ætlar kannski að kaupa þér, heldur er allt hitt líka. Þannig að kynnin eru þar við alls konar efni sem þú myndir kannski ekki kynnast fyrir einhvern tíma í neyslu. Já, það eru 200 bílar á ferðinni í höfuðborgarsvæði einmitt núna tilbúnir að koma til þín að þú hringir í þá, selja hvað sem er, þannig að mjög aðgengilegt. Þetta er alveg, við sést alltaf inn í búðinni, skilur. Þess vegna er þetta með símana, sérstaklega þegar við erum að tala yngri, að foreldrarnir hafi pínulítið svona eftirlit með því eða fylgist með því hvað eru krakkarnir með á símanum. Við fengum upplýsingar frá geðlæknum það að það er í sjálfu sér eðlilegt að unglingar prófi. Þú veist, hefur alltaf verið þannig, samátt að fíkniefni séu kannski öðruvísi dag heldur úti en það er einhvern veginn í eðli unglinga að svolítið ögra foreldrum sínum og ögra því sem þau halda sé rétt, sko. Þannig að einhvern veginn unglingarnir í dag eru ekkert verri. Þú veist, þetta er alveg eins og unglingar voru fyrir 20 ára, það er bara umheimurinn er svo miklu hættulegri í dag. Þess vegna erum við að sjá gríðarlega breytta vanda. Krakkinn sem tekur pilluna, hann veit ekkert hvað í þessu. Og það er kannski þar sem við erum svo að sjá dauðsföllin. Þetta er bara sjúkdómur, þú veist. Ég hef alveg ofta verið með vikina sem sjálf mér þetta sjúkdómur, sko. Stundum er ég bara, nei, þú ert bara auðlega, þú ert bara auðlega. Já, kannski aðtakalegast hjá mér var það þegar við vorum að taka viðtal við krakkfíkilinn, stelpuna sem var að reykja krakk. Hún var að tala börnin sín, hún á nokkur börn og það sem mér fannst að vera svo sorglegt við það er það að sko það er búið að taka börnin af henni. Ég hef ekki séð yngsta strákinn minn síðan ég er því manninu sem gerðist ánlega, sko.
og hún alltaf vill ekkert vera í þessa aðstæðu, eins og hún sagði sko, ég bara, frá því ég bara man eftir mig þá hef ég alltaf verið mamma í mér, en eins og hún sagði sem ég man ekki svona hvenær börnin voru tekin af mér, þetta eiginlega bara blandaðist út í eitt og síðan allt í einu bara á nývissa voru þau bara farin, sjá bara hvað þetta bara hættulegur og erfiður sjúkdómur, það bara hefur ekki stjórn á sjálfu þér. Maður er bara að reyna að lifa af, maður fyrir bara í, gerir bara djókur og bara svipum það. Þarna, akkurat með móðurdæmið, einhvern veginn mest bara svona primal instinkt í okkur akkurat þetta, móðurástin, þetta bara sem innbyggt í okkur svo við lifum af, bara sem, manntegundin sko, en þetta trompar það, fíknisjúkdómurinn trompar allt, sem bara ótrúlegt, hann tekur allt siðferðið og allt sem gerir maður mennskan í burtu.